Nei, það var svona eitt held ég að súrasta myndi ég segja, súrasta reynsla sem ég hef lent í, bara svona, og eitthvað sem sveið alveg rosalega og svona virðist alveg óskiljanlega á þeim tíma sem maður gengur í gegnum hana. Þú veist, að því að hérna, þú veist Þannig þú ferð heim með konu sem var einhver kollegi, hún er úr þessum bransa, þetta var á þessum blöðum og já, veist, ég er svo sem búin að alveg útskrifa þá sögu, þú veist, og ég svo sem fæ ekkert valjú í því að rifja hann upp og ég átti hérna dómskjölin sem voru sko 800 blaðsíður af einhverjum svona atvikslýsingum og ég einhvern veginn var búin að skrifa risalýsingu á þessari sögu og veist, ætla að koma inn einhvern veginn, senda hann á fjölmiðla, þú veist, 3 árum eftir einhvern veginn, þetta var allur hiti var farin úr þessu sko og bjó lengi í mér einhver, þú veist, svona réttlætingarsaga, hvernig ég þyrfti að koma henni frá og endanum bara dó ég þeirri sögu og ég brendi málskjölin, ég fór bara á eld og ég bara sagði þetta mál er búið þetta hérna en það sem situr eftir er að ég fekk bara að upplifa þarna veist, þessa fullkomna öfingu því að vera útskúfað þú veist, ekki það að einhver hafa útskúðað mér að því að þetta, ég upplýði aldrei og þurfti aldrei að hætta rekstri eða breytum starfi því í raun og veru var þetta allt mín megin og hérna og þú veist, og það voru bara þú veist, dokumentaðlegar og þú veist, allt og þetta var bara það, máli var það vel varið að þú veist, það kom aldrei til þess að ég þyrfti eitthvað að sanna eitthvað heldur en það sem gerðist við þetta, ég fekk þessa æfingu að bara hvernig er að vera útskúfað úr samfélaginu að standa bókstaflega frammi fyrir því og það er eitthvað sem að þú getur að upplifa líka í gegnum þína sögu og er eitthvað sem mann alltaf eins og segi þjáningin meikar yfirleitt aldrei sensa meðan maður gengur í gegnum hana en þetta voru svona örvæntingar tár sem að fjallu og svona algjört myrkur, þú veist, bara svona algjört ráðaleysi og hérna en á endanum náttúrulega bara er þetta allt eitthvað til að maður vaxi en þetta var ekkert opinbert fyrir en að þú greindir frá fjárkonunni já, ég náttúrulega bara... þegar þetta kemur upp náttúrulega með forsætisráðurinn, ég var bara það kom alveg í mig svona, shit að ég var bara eitthvað að segja, þetta var eitthvað systur skilur og ég fekk bara svona, shit, ekki láta þetta vera þær ekki láta þetta vera shit af því að ég vissi ef þetta eru þær þá er ég að fara fram en auðvitað var allt í mér sem þráði að fara fram vegna þess að þú veist, þegar, eftir að maður eru beittur einhver svona óréttlæti, ég held ég að látum borga einhvern 700 skall eða eitthvað og sem var bara heilmikill peningur bara í svörtu sko veist, og ég leti að skrifa undir kvittun og veist, allt sem var alltaf þátti mikill húmor að þessum tíma að skrifa kvittun fyrir fjárkomu sko. sem nýttist vel í dómsmálunum sem síðan fannst sko þegar það var gerð leit á heimilinu þeirra eftir Sigmundarmálið en það fannst þessi kvittun og svo atburðarásinn og allt þetta tótt en fannst þér þá þú vera upplifur þessu útskúfun sko á meðan að þær voru bara fjárkóðig þó að málið var ekkert opinbert þá varstu ég meina það er bara haldið yfir höfðuna þeir skiluru þú veist hótunum að þú bara missir fyrirtæki og missir mannorðið og missir allt skiluru það er bara þú veist það er tilfinningin sko og hérna og er náttúrulega bara reynsla sem að bara veist, mann myndi óska engum en er náttúrulega að vera rosalega veist, stór þarna ertu í dimmum djúpum dal já, en samt var svo skrítið að því að veist, svo var líf mitt samt bara á rosalega þú veist, ég var alveg peppað líf mitt var alveg á góðum stað á þessum tíma veist, ég var að vaxa og ég var að koma sjálfur mér út í heiminn og, veist, og það er bara eins og þegar lífið sér að þú ert tilbúin að setja þetta verkefni á þess að til þið höndla sko En hérna, hugsaður eitthvað, þú veist, hvaðan kemur þessi ílska að þú veist, að geta gert einhverjum með þetta, að þú veist, hvernig hugleitur það, ég meina, það hlýtur að hafa hvarlaðir bara, þú veist, hvað gengur fólki til að geta... Veist, það er eins og vinkona mín Byron Katie segir, það er ekki verkefni annars fólks að elska mig, það er mitt verkefni að elska annað fólk. Og þú veist og ef ég ætlaði að bera eitthvað kala með mér eftir þetta þá væri það mín eigin kulnun þannig að þú veist og ég er náttúrulega bara búin að vinna mikið með það og veist
það er sært fólk sem særi fólk það er engin í réttu viti sem að langa til að særa aðra og það er nauð og það er erfiðleikar En hafa þær systur einhvern tímann eitthvað svona nálgast þig og beðist afsökunar eða eitthvað svoleiðis? Önnur þeirra var búin að hafa samband um mig og bara vera beða innilega afsökunar og meðal annars bauðst til að hittast og ég svona einhvern veginn það fjaraði aðeins út sko en ég var alveg til í það sko en hún var alveg búin að sýna eftirsjá og sem ég bara, eins og segir, ég var bara með opið hjarta en svo enda þær alltaf bara í steininum sko þannig að þetta var allt svona og það var rosalega skrítið með þetta að vera í einhverjum dómsal með einhverju svona máli að flytja eitthvað vitni og með einhverja lögfræðinga og þetta er alveg rosalega reynsla að fara í gegnum sko. Já, ég skal trúa því. Þannig að en já, þetta er allavega svona og svo náttúrulega varði þetta sko rosalega allt í einu mikið síðar sko, þannig að þetta var svona þessi... Hver var stóri lærdómurinn af þessu fyrir þig persónulega? Stóri lærdómurinn fyrir mig var einfallega að sá hvernig ég var að leita að nánd og ást. Það er rosalega stór partur af AGF-ina því að meðan ég var að djamma og svona þetta svo gerist þetta eftir ég er hættur að djamma sko, ég er ekkert að djamma á þessum tíma sko. En það var svona, þú veist, hvernig við erum að finna og sanna okkur fyrir, þú veist, ég var að sanna mig fyrir, þú veist, stelpum og sanna mig, þú veist, með því að vera að ná einhvern stelpum og leiti í eitthvað kynlíf og annað. Og þá bara sá ég hvað það er, þú veist, hættulegt að leita eftir, þú veist, einhverju sátt við sjálfan sig í gegnum kynlíf ef það er ekki raunveruleg tenging.